Minnstu munaði að alvarlegt mengunarslys yrði þegar olíuskip strandaði við Ísafjarðarkaupstað í Skutulsfirði í gærkvöld. Skipið með 3 milljónir lítra af eldsneyti borð. Ekki vitað hvers vegna vélbúnaður skipsins bilaði, en Lillý Valgerður Pétursdóttir og Hafþór Gunnarsson með þessa frétt. Skipið var komið inn í innsiglinguna við Ísafjarðarhöfn þegar það drafst af báðum aðalvélum skipsins og rafmagn fór af öllum stjórn- og siglingatækjum. Það varð undireins stjórnlaust og stefndi upp í grýtta fjöruna. Hafnarstjóri Ísafjarðarhafnar var borð í skipinu þegar þetta gerðist þar sem hann hafði verið að lóðsa skipið til hafnar. Honum tókst með snarræði sínu að koma í veg fyrir að illa færi með því að láta varpa akkeri skipsins út og koma dráttartaug yfir í lóðsbát. Í stað þess að lenda í grýttri fjörunni strandaði skipið því á Sandrifi í Skutulsfirði. Skipið náðist aftur á floti í gærkvöldi og liggur nú við bryggju á Ísafirði. Í fyrstu var óttast að skemmdir hefðu orðið á skipinu og olía færi að leka úr því. Svo fór þó að skipið reyndist óskemmt. 3000 lítrar af olíu borð í skipinu og því ljóst að mikið mengunarslys hefði orðið ef illa hefði farið. Ef það hefði komið gat á skipið sem að uglust hefði gert því að ferðin var töluverð, það var 6,5 mílna ferð, það minnsta ferð sem hægt að hafa á þessu skipi. Og ef það hefði komið gat á hann og lekið olía hér í fjörðin og bæði þorskeldi hérna utar í fjörðinum og all lífríki, það hefði orðið alveg stórkostlegt mengunarslys, það ekki vafi á því.